kæru gestir, fyrir hönd allra sem mun koma hér fram í dag og hafa staðið að þessum tónleikum, langar mig að bjóða ykkur sérstaklega velkomin á þessa styrkta tónleika fyrir okkar kæru vinkonu Katrínu Björk Guðjónsdóttur og fjölskyldu hennar. Við sem erum hér okkur langaði til að leggja henni lið í hennar miklu baráttu við hennar erfiðu veikindi og við vonumst bara til að eiga hér góða stund saman og að við náum að senda alla okkar hlýjustu og bestu bata og baráttu strauma. Því miður gat Katrín ekki verið með okkur hérna í dag en tónleikarnir verða teknir upp og sendir þannig að hún getur horft á þá. Og þannig að Katrín hefur eiginlega sungið hér með öllum þeim hópum sem að syngja hér í dag, nema kannski karlakórnum Erni. Og lögin sem við völdum, eða hún valdi í rauninni með okkur, tengjast henni líka mjög sterkt, öll held ég bara. Og enda hjálpaði okkur mikið við undirbúning þessar tónleika. Hjálpaði okkur að velja lögin, komið hugmyndir framkvæmdina og þó hún getur ekki enn talað, þá getur hún tjáð sig með augunum, hún getur bent á stafið með augunum og við ætlum að byrja þessa stund á því að heyra kveðju frá Katrínu lesna upp og það er systir hennar Hulda María Guðjónsdóttir sem ætlar að lesa kveðjuna. Og í kjölfarið ætlum við að heyra flutning Katrínar á laginu Heyr mína bæn sem hún söng í söngvakeppni Samfés fyrir nokkrum árum. Þannig að beint í kjölfar kveðjunar þá fáum við að heyra Katrínu syngja það lag. Gjörðu svo vel. Ég heiti Hulda María Guðjónsdóttir og er systir Katrínar. Ég er samt með smá kveðju frá Katrínu Björk sem hún skrifaði með augunum á svona blaði sem við bara fylgjumst með. Þegar lífið fer 18 kollhnísa, 15 handahlaup, 12 heljarstökk og brotlendi svo. Þá er gott að vera umvafin góðu fólki. Ásgeir Guðmundur Gíslason, kærasti minn, fjölskylda, tengdafjölskylda og vinir hafa ekki vikið frá mér þessa mánuði og starfsfólk sjúkrahúsanna hefur verið mér mjög gott. Ég er innilega þakklát þeim sem stóðu að stofnun Styrktarsjóðsins og þeim sem lagt hafa honum lið, einnig ykkur sem standið að þessum tónleikum. Ég veit vel að vinnan bak við hvert lag er mikil. Svo þessi ótrúlegi árangur í Reykjavíkurmaraþoninu, ég mun aldrei ná að trúa því að það hefur verið hlaupið 511 kílómetrar fyrir mig og allir styrktaraðilar hlauparanna, ég er svo þakklát. Einnig allar kveðjurnar sem okkur hafa borist. Þetta veitir mér allt styrk og er mér mikil hvatning. Svo fékk ég fallegasta bútasaumsteppið sem ég augum litið. Þar er áþreifanlegur kærleikur í hverju spori. Samhugur í litlu bæjarfélagi kemur svo glöggt í ljós þegar lífið brotlendir svona. Söngur hefur verið stór þáttur í lífi mínu. Þótt hann hafi brugðist mér núna, þá get ég sem betur fer hlustað. Og mörg lagana á þessu prógrami eru mér afar kær. Þá sérstaklega Heyr mína bæn. Og ég trúi því að einhver heyri mína bæn. Lífið, það er ekki erfitt nema maður gerir það erfitt. Á vegi manns verða erfiðleikar og áföll, en það er okkar að vinna úr og láta það ekki eyðileggja lífshaminguna. Því gleðiglampinn í augunum og brosið fleytir mann svo miklu lengra og ég ætla mér að halda í það eins lengi og ég lifi. Og þetta ljóð samdi Katrín svo 8. ágúst núna síðastliðinn. Á leið minni lífsins ólgu sjó, stundum í stórhríð og bil, hefur það sýnt
sig að alltaf styttur upp, þó þess sýnist svart þess á milli, þá þarf við kjark og þor til að fara aftur út á þilfar og ný. Njóti lífsins.
Bjarneyjar Ingibjargar Gunnlaugsdóttur. Komið sæl, gaman að sjá svona marga hér í kirkjunni í dag. Eins og framkom áðan þá hefur Katrín kannski ekki sungið með karlakórnum, en þeir kunna vissulega lög sem hún þekkir og hefur sjálf sungið. Annað þeirra lag sem hún hefur sungið með skólakórnum og barnakórnum þegar hún var krakki og söng í kór hjá mér í tónlistarskólanum í Ísafirði. Og annað lag frá Úkraínu sem heitir Hljóðnar nú haustblær sem við viljum að flytja hérna. Og svo ætlum við að taka lag sem hún bað sérstaklega en það Rósin eftir Friðrik Jónsson. Og hún söng þetta lag og það henni mjög kært vegna þess að hún söng það með honum afa sínum, honum Ívari Bjarnasyni, en hann lést núna í desember síðastliðnum og því þetta lag hennar afar kært. Og við ætlum að flytja það hér fyrir ykkur, gjörið svo vel. Hljóðnar
í Ólafstúni á Flateyri á sviðinu þar með henni Katrínu. Þær sungu þar á minni árlegu söngvakeppni Ólafstúns hátíðarinnar. Ábyggilega fyrst þegar þær voru 8 og 9 ára og svo bara hvert árið á fætur öðru held ég. Komu, sáu og sigruðu. Og Arnur er allir einmitt að syngja með okkur hér í dag. Hún ætlar að syngja með okkur núna 2 lög. Og ég held kannski að Arnur kunni jafnvel betur að skýra frá hinum miklu sigrum þeirra vinkvennanna. Ég ætla að biðja Arnur að koma og kynna lögin. Gjör svo vel. Komið sæl og mikið gaman að vera með ykkur í dag. Og hæ Katrín, ég veit hvort að horfa. Já, það alveg hárrétt að við Katrín stigum okkur fyrstu skref saman þarna í Ólafstúnspartíinu við fræga á Flateyri. Og þegar við settumst niður og vorum svona að pæla í dagskránni við tónleikana og hvað við vildum nú helst heyra, þá kom ekkert annað til greina en að ég myndi syngja lagið sem við sungum í fyrstu söngkeppninni. Og það var árið 2002 þegar Katrín er 9 ára og ég 8 ára, þannig að það er mjög langt síðan. Og við byrjuðum náttúrulega æfingaferðið svona með mjög sérstökum hætti. Við stóðum saman á baðherberginu heima hjá henni fyrir fram stóra speglin með sjampóbrúsa og þóttist vera rosa dýfur. Og svo þegar við mættum á svæðið þá náttúrulega fann hérna hljómsveitin bara einhverja nótur í einhverjum bunga og sett upp einhver grip og eitthvað svona. Og við náttúrulega sungum þá bara í einhverju tónti og þetta alveg búin að æfa stíft. En það kom veist vel út vegna þess að við unnum og unnum held ég alveg mjög mikið eftir það. Og já, það lagið sem ég er að syngja, það heitir Er sólin skín á skjá. Og já, og Flateyri hljómsveitin spila hérna með mér. Alveg stuðlaus við stress, mikið gott að heyrast líkt frá
mjög mikið í skólastofunni á Sigga Hafberg, en það er lagið 2 stjörnur. Og það á kannski sérstaklega við vegna þess að eftir að við unnum Ólafssonarskeppnina svona nokkur sinnum, þá lítum við náttúrulega á okkur sem 2 stjörnur. Það var mjög vel við. Sigríður svo ítrekkað í umræddri Ólafstónskeppni að á endanum var þeim bannað að taka þátt. Eitt af fyrstu lögunum sem þær sungu, ég held að það verið í annað skipti sem þær tóku þátt, þá sungu þær lagið Dóri mí úr Söngvaseið. Og Söngvaseið, eða Sound of Music, er þeim vinkonunum mjög kær.
held að það hefði ekki verið mjög gamlar þegar litli leikklúbburinn hérna á Ísafirði sló alveg í gegn með uppfærslu sinni á söngleiknum. Og ég held að það hefði ekki spillt fyrir að píanókennari þeirra, Herdís Anna Jónasdóttir, sem var þá að kenna þeim á Flateyri, hún var í einu af burðarhlutverkunum í uppfærslunni sem að rataði með sér í Þjóðleikhúsinu. Þannig að Sigga Ragnars, Sigríður Ragnarsdóttir, sem að spilar hér með Sunnukornum á eftir, hún sagði mér frá því að þær hefðu, þar sem hún var að leysa dóttur sína af, þegar hennar miklu æfingar áttu sér stað á samkeppnum, að þær hefðu bara lært hvert lagið á fætur öðru, sungið og spilað, og ég veit að Katrín söng til dæmis Alparós í söngvakeppni á Þingeyri þegar hún var ábyggilega, hvað hún hefði verið 9 ára, er það ekki þetta? Já, 9 ára gömul. Þannig að þetta er þeim alveg í blóðborið að syngja þessa tónlist, enda urðum við í Sunnukornum dálítið lukkuleg þegar það er sungum með okkur í miklu söngleiki prógrami sem við fluttum fyrir svolítið síðan. Sungum alltaf báðar einsöng eins og vera ber. En við í Sunnukornum ætlum nú að flytja Alparós og söng að segja Sirpu, þar sem að Doremi kemur einmitt þar inn í. Og ég ætla að biðja Sunnukorun að koma á svið. Þegar við fengum til liðs við okkur okkar eigin Sunnu Karen Einarsdóttir, en hún ætlar að leika með okkur fiðlu í Alparósinni. Amen.
hljómsveitinni og Fjölnir ætlar að kynna hér liðsmenn til leiks. Góði gestir, Önfirðingar hafa löngu verið söngelskir og þegar þörf fyrir tónlist, þá hóað í þá sem að spila og einfaldlega bara spila. En ég ætla að byrja á að kynna þá sem skipa Flateyrarbandið að þessu sinni. Hér á vinstri hönd mína söngvarinn Ívar Kristjánsson. Við flíilinn situr Dagný Arnalds. Svo það Jón Ágúst Þorsteinsson sem heldur á gítarnum. Og það Jón Mar Össursson sem leikur á slagverk. Sjálfur heiti ég Fjölnir Ásbjörnsson. Ég með rafmagnsbassann og syngarna slagið. Eins og ég sagði, þá komum við oft saman og spilum við ýmis tækifæri. Jólaböll, þorrablót, ýmis konar tónlistar uppákomur og oft hefur Katrín Björk verið með okkur við þessi tækifæri. Glatt okkur með sinni fallegu rödd, björtu brosi og góðri nærveru. Það því ákaflega ánægilegt að fá að spila fyrir hana og fyrir ykkur þessi lög sem hún valdi sjálf. Fyrsta lagið sem við ætlum að spila heitir Ég sko vinur þinn og þá ætlum við Ívar að bregða okkur í spor Vidda og Bósa því að þetta lag einmitt úr Toy Story. Sko vinur þinn, allt vinur þinn, gangi illa fyrir þér, alltaf skakk og skjön, hversu mikið á skartumuna víst og sorg frá mér, að ég vinur þinn, já ég vinur þinn. Sko vinur þinn, var besti vinur þinn, til leiðis marg sama segi ég, já tilveran ekki alltaf dásamleg, og skattum muna víst og sorg frá mér, að ég vinur þinn, já ég vinur þinn. Það ýmsir vafalaust reyndar en ég, líka stærri en ég. Kannski á engum verður þá vináttan, já, innileg á allan veg, já, þó líði ár og öll. En vináttan er
Textinn er eftir Friðrik Jónsson og Valdimar Hólm Hallstad samdi og að þessu sinni ætlar hún Arnheiður að syngja með okkur. Eins og þig. Þetta er erlent lag sem er eftir Buck Owens og það var Rúnar Júlíusson sem samdi íslenska texta. Fólk eins og þig, fyrir fólk
staðar á flækingi einhver ljósið með textanum. Það var með vilja gert sem að við reyndum að hafa þetta ekki of flotta uppsetningu á þessu sko, sem þetta væri svona svart hjá okkur. Bara eins og það væri ljósvitarblaði sko. En við náttúrulega hvetjum alla til þess að taka undir og syngja með okkur. Og það er lagið Hafið eða fjöllin sem að við syngjum mikið á Flateyri og er eftir Ólaf Ragnarsson, Ólaf Popp. Fyrst á þennan stað, ekki leist mér beint á það, fólk vann ég alla daga, við störfin hér og það. Ég kynntist fólkinu og kunni vel við það, en tíminn hann flaug áfram og ég líka þennan stað. Svo aftur, ekkert hafði breyst, frá því að ég síðast ekkert breyst. Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig gera? Eða er það kannski fólkið á þessum stað? Hér á ég nokkra vini og marga kunningja sem eru mér ósköp góðir, margt fyrir mig gera. Fái svartir sauðir, já búa í þessum bæ, allt leikur hér í lyndi í þessum bæ. Og allir með? Og nú langar mig að bjóða kvennakór Ísafjarðar velkomin á sviðið og hann syngur undir stjórn Bjarni Ingibjargar Gunnlaugsdóttur. Gjörið þið svo vel. Við ætlum að flytja ykkur 2 lög. Það fyrra heitir Sem lindin tær og seinna lagi heitir The Day After Tomorrow. Gjörið svo vel.
þá er komið að nótukórnum sem ég held reyndar að dragi nafn sitt af mikilli frægðarför skólakórs tónlistarskóla Ísafjarðar á nótuna sem er uppskeruhátíð tónlistarskólanna þar sem að þessi fríði flokkur vann til verðlauna fyrir söng sinn, Katrín þar á meðal og þær ætla syngjandi stjórn Bjarneyjar Ingibjargar en meðleikari er Sigríður Ragnarsdóttir. Það er mjög sönn ánægja að standa fyrir fram þessar fallegu stúlkur og hugsa til Katrínar sem veit að horfa og hlusta. Því þetta er hópurinn sem við settum saman og myndaði skólakór tónlistarskólans og þetta stelpur hafa sungið saman í mörg ár. Þær eru allar farnar og tvístraðar en okkur tókst að koma þeim saman sem að koma sérstaklega vestur til þess að taka þátt sem er mikið gleðiefni. Við áttum að velja. Við þurfum að velja, fyrst áttum bara að segja 2 lög og það kom skeifa á okkur og við svona bara 2. Keyra 240 km fyrir 2 lög, það er ekki hægt. Og svo við tókum bara Bessaríu og ákváðum að syngja 4 lög og vona þeim njótið með okkar. En auðvitað var erfitt að velja úr langri dagskrá margra ára en við vonum að þessi lög, Katrín, sem við völdum vekið þér góða gleði og þeir njótið með okkar. Við ætlum að byrja á því að syngja lög úr Grænu bókinni. Græna bókin er svona biblía kórkrakka og kórkennara en við eigum mikið safn af fallegum lögum í þeirri bók og þar varð fyrir valinu Söngur Dimmalimm sem er eftir Atla Heimir Sveinsson. Gjörðu svo vel.
næsta lag var lag sem að ég rakst á þegar þessar stelpur voru í kórnum og það var bresk kór, svona skólakrakkar að syngja og þetta lag var Lily Allen og heitir Chinese og við hrifumst að þessari útsetningu og þetta Katrín átti að þetta sitt sóló og annars slíkt en nú bara syngur Agnes í staðinn og Arn hefur alltaf líka að taka smá sóló en þetta lag er svolítið okkur hjartfólki vegna sem við glýmdum svolítið við það því að það er svona gaman og reynir svolítið á raddirnar. Gjörðu svo vel, Chinese, Lily Allen.
þessa ferð og sungum í Hörpunni, komum heim með þessi fallegu verðlaun sem að Nóta gefur, þá var okkur boðið að taka þátt í svona syngja í svona mismunandi stöðum í Hörpunni og við settum þetta saman dagskrá og gerðum það með glöðu geði. Og eitt af því sem við tókum með okkur var lagið Listhúskvæði sem er eftir Róbert Abraham Óttarsson og við ætlum að flytja það núna. En það eftir að Hreiðar Inga og hann semur þetta lag við texta Davíð Stefánssonar Rauða riddarann, gjörðu svo vel. Riddarinn rauði, riddarinn rauði,
Ég okkur langar núna til að þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóg við að skipuleggja þessa dagskrá. Benna fyrir lánið á hljóðkerfinu, Hrefnu og Geira fyrir alla tækni aðstoðina, Einari fyrir að taka tónleikana upp fyrir Katrínu og auðvitað öllum flytjendum, ekki síst Katrínu og fjölskyldu hennar og ykkur öllum sem er hingað komin til að eiga þessa samverustund með okkur og fyrir allan stuðninginn ykkar. Það voru líka margir sem gátu ekki verið hér í dag og senda fjölskyldunni sínar kæru kveðjur. En eins og þið sjáum það eru allir flytjendur hér að flykkjast upp á svið. Við ætlum að flytja fyrir ykkur lagið hennar Katrínar, Heyr mína bæn.